velkomin til okkur. Takk fyrir. Takk hérlega. Það gott á húsið. Já. Já. Og nú við byrjum bara á spurningu til þess að brjóta ísinn. Og spurningin einföld. Og hún bara, Ágúst, hver þú? Hver Ágúst? Já, ég get svo sem ekki verið annað. Nei, ég svona, finnst ég vera í miðri á í rauninni, bæði í lífinu og bara líkamlega ég það, að öllu óbreyttu. Og ég mjög svona meðvitaður það hvar ég bæði hvar ég í lífshringnum en líka hvar ég í vinnu. Ég vinn sem alþingismaður og mér finnst það að vera einstök réttindi og forréttindi að fá að vera þar tímabundið og geta ráðstafað lög og reglur og kerfi og annað slíkt. Og það ekki allir sem fá það tækifæri og ég svona staðráðinn að reyna að standa með best hvað það varðar. Þetta alltaf tímabundið verk, þjónustuhlutverk sem opinbera í eðli sínu. Þar takast þetta á miklir hagsmunir og ég finn það mjög vel á svona mínu eigin skinni og mínu daglega starfi hvað lífið snýst oft hagsmuni, oft sérhagsmuni. Þú getur brotið þetta niður alveg í litlari eindir eins og fjölskyldu. Það eru hagsmunir standa þeir hvað næst, þeir verða ekki fyrir nærri, heldur það. En síðan þegar þú kemur kannski á vettvang stjórnmálanna þá þarftu að útvíkka þetta og þarftu að hugsa hvernig getur þú orðið samfélaginu til framdráttar, ef svo má segja. Og þá takast þetta oft á hagsmunir, sérhagsmunir gegn almannahagsmunum. Og þetta ég að kljást við hverjum einsta degi í minni vinnu. En þetta líka ákveðið ferðalag sem maður Ég sá einhvers staðar í mjög mörgum trúarbrögðum þá maður 33 ára alltaf í himnaríki. Það eins og sé einhver svona hátundur á mati gamalla trúarbragða að það sé besti aldurinn. Altså þá bara einhvern veginn svona píkum við. Já. Það var líka þegar þú lifðir kannski bara Já, við sjáum það, Jesú dó þegar hann 33 ára og ég las nú einhvers staðar að í Íslam þá ertu alltaf 33 ára, sama hvað þú gamall þegar þú deyrð. Og ég þetta eldri en 33 ára. Mér finnst ég alltaf að vera batnaði, svo má segja, að vera sáttar við sjálfan mig, sáttar í eigin skinni. Maður áttar sig á breyskleika lífsins og maður áttar sig hvað maður ólíkur sjálfur sér heldur þegar maður var ungur. Heimurinn var miklu svarthvítari þá. Og ég sé þetta hvað reynsla mikilvæg. Þegar maður er ungur þá kannski áttar maður sig ekki á því. En reynsla og sjá að lífið alls konar, lífið getur verið grátt, lífið getur verið gott og vont, en það ekkert endilega alls slæmt og allt gott. Það ekkert annað á milli. Þetta einmitt það sem ég vildi fara inn á, varðandi þroska. Myndirðu segja að þú sem manneskja, myndirðu segja að þú værir á svona í stöðugri þroskaleið, og hver þessi þroskaleið búin að vera og hvernig nærðu einhvern veginn að nýta þér þennan þroska sem einstaklingur út í þessa þjónustu gagnvart samfélagi og í þessum átökum sem þú ert í stöðugt í þínu starfi. Ég held að maður hljóta að vera alltaf þroskaleið. Maður getur auðvitað farið aftur og bak. En almennt sé fer maður fram og þetta getur maður vilst að vegi, eðlilega, allir gera það einhvern tímann í lífinu. En við erum alltaf þroskast og mistökin kenna okkur oft meira heldur en árangurinn. Það bara þessi klassíska klisja og það ekki klisja ástæðulausu, það eitthvað sem margrein. Við erum öll á sama ferðalagi í rauninni, við erum með sama markmið, við erum að leita lífshamingju, við erum að leita þeirri stöð þar sem við erum sátt við sjálf okkur og aðra. Við viljum vera til gagns, við viljum hafa tilgang. Það eitthvað ég sé líka svolítið í mínu starfi, og ég hef látið mér svolítið varða þunglindi og sjálfsvíg og annað slíkt. Hvað það getur verið hættulegur sjúkdómur, þunglindi, bara lífshættulegur sjúkdómur. Það oft þetta tilgangsleysi sem fólki mjög erfitt. Og þú þarft að hafa eitthvað tilgang. Tilgangur getur verið starfi, getur verið fjölskylda, getur verið áhugamál, getur verið hvað sem Sumir sjá, jafnvel tilgangur gera sem minnst, en flestir þurfa eitthvað viðnám. Líkaminn þarf viðnám, bara svo vöðvi, og heilin og hugsunni þarf viðnám. Og eitt sem sá ég að ástæða fyrir að listamenn verða oft mjög gamlir, ekki hvort því rétt, en það þeir hætta aldrei að vinna. Þeir halda áfram að skapa og mála eða skrifa eða búa til tónlist eða hvað sem þeir gera, bara þangað til þeir deyja í rauninni, nýraðir. Er þetta eitthvað tengt í því sem ég las daginn að þú
sko, ef ég man rétt þá vildur tífalda listamannalaun já. og veistu, og af hverju tíföldun? Já. Af hverju ekki bara eitthvað hækkað helming, af hverju tíföldun? Já, það var kannski tvenns konar ástæða fyrir því. Ertu ekki að meina fjárframlögin til listamanna almennt, ekki launin sjálf? Nei, ekki launin sjálf, ég vildi tífalda fjölda listamanna á listamanna launum. Ég vildi fjölga tífald. Bæði það náði í gegn, þetta hljóma vel. Stundum í stjórnmál þarf það að segja eitthvað sem þarf að ná í gegn. Það mikill hávaði, sérstaklega á samfélagsmiðlum og öðru slíku. Þannig að þetta næri í gegn, maður þarf ofta að hafa einföld skilaboð, maður þarf að kjarna skilaboðin. Ef þú ert of flókin, ef þú ert margræðin, þá nærði ekki í gegn. Nei. Þá getur alls setið heima. Þú mátt alveg vera á dýftina, en þú þarfst að kjarna þig niður. Og tíföldun, það hljóma vel, en líka þetta hafði alveg aðrar ástæður. Ég bara flett upp hvað margir sjálfstæðir listamenn væri í landinu og ég bara vildi gefa þeim tækifæri ef þeir væri að missa vinnuna og þeir getur starfað áfram að skapa og fengi listamannalaun. Og listamannalaun ekki ölmusa, þetta eru laun, þú þarft að vinna, þú þarft að gefa skýrslu hvað þú gerir. En sérðu þá fyrir að þetta smitist þá út í rýmið? Og niðurstaðan var að listamannalaun var út af þessari tillögu minni, þeim var fjölgað 40%, þeir voru ekki tífölduð. En fóstráðherra sagði, já, við gerum þetta eftir að við sáum þessa grein frá Ágúst Ólafi. Og þetta var nú grein sem ég skrifaði og ég nú sjálf að fengi góðið bröð. Ef maður lesi í lækinn, þessu sem við gerum allir í dag. Já, nefnilega menningin svo hluti af listinni. Menningin svo mikið hluti af mennskunni. Sko, hvað við annað en menning? Bara orðið, menning kemur orðið maður. Ég svo miklu að trúa menninguna. Sko hagfræðilega hún skynsamleg, hún býr til umsvif og skatttekjur og störf, hún gefur líka lífinu gildi, hún gerir greinamun okkur og dýrunum. Ég nú líka látið mig talsveit dýrin varða og ég nálgast mann oft sem dýr, við erum dýr, en við erum meirið það og það menningin sem greinir okkur frá dýrunum. Það þessi þrá okkur að skapa og búa til og vera í samneyti og maður mann skam og búið til samfélag, þetta eru samfélag dýra líka. Er þetta ekki bara, við ljúum? Já. Er þetta ekki bara, við höfum eiginleika til þess að ljúa? Oft, jú. Skapa eitthvað sem að ekki. Já, ég held að dýr ljúi líka í sjálfsbergaði viðleitni. Ég held að frumskólalögmáli snýst átök, lygar, sko við sjáum eins og hjá öpum þar sem trúnar og trausti brotið, eins og ég mikill áhugamaður Simbassa til dæmis sem okkar nánustu ættingjar. Þar til dæmis sá ég mjög góðan heimildaþátt þar sem kvenkyn Simbassar þeir fara í aðra ættbálka eða aðra flokka og makast við aðra karla, þeir halda framhjá réttar sagt. Koma síðan aftur inn í gamla hópinn og þar gamli húsbóndinn, hann heldur að börnin séu veit ég hvað ég nota rétt orð, afkvæmin séu sín, þannig að þar ákveðin lygi þar og þær gera þetta með vilja, bæði þær vilja þetta, kvenkyn Simbassa innjötnar, en þetta líka ákveði svona til að auka gena fjölbreyttina, að það sé ekki bara ekki allir. Líka á praktískum. Já, þetta praktískt og það er svo margt í náttúrunni sem praktískt og það ekkert praktískra heldur en að lifa af og í dýrarækinu þá held ég að við sjáum lygar og vantraust og alls konar svoleiðis þó að sé á miklu dýpri level hjá okkur, eðlilega. Við erum auðvitað Því þarna ertu í rauninni að segja að forsenda líginar, þessar Simbassinju, sé í rauninni fyrir heildina. Því það sem ég sé hjá manninum, það eru lygarnar sem að snúa alltaf á einhvern veginn að þessari skilyrtu samkennd að hún alltaf einhvern veginn í þá eigin hagsmunar. Fattar hvað við? Það kannski munur þar á. Eitt að ljúga í þá heildarinnar eða ég sé að ljúga bara svo ég komist af. Það rétt, ég mjög stórt hjá manninum en við sjáum líka það hjá dýrunum. Við sjáum hver borðar fyrstur hjá ljónunum. Það karlkynsljónið sem veiðir ekki eins og antilópuna. Hann það eigingjörn að hann tekur bestu bitana. Þannig að við sjáum líka eigingjörni þar. En það tengir sjálfsbjargarviðleitni kannski hjá dýrunum. Kannski umfram það, ég meina, ljónakallinn þarf ekki að borða bestu bitana fyrst, en hann gerir það. Og ljóninnjurnar sem stunda veiðarnar, þær fá það sem eftir er. Þannig að, jú, þetta maðurinn miklu margflóknari og breyskari og hann getur verið
miklu ljótari heldur í dýrin og drepur sér til gamans og grimmdin gríðarleg þar. Ég meina, aftur að góðri klísju eða klassískri klísju að við erum auðvitað langgrimmasta dýrið og við höfum sýnt það gegnum árin, ekki bara gagnvart dýrunum, líka gagnvart okkur sjálfum. Já. En dýrin eitthvað sem við þurfum að huga betur að og ég hef nú stundu talað þetta líka á Alþingi sem nú svolítið óvanalegt að tala dýrin, dýravernd og ég vil við höfum séð að síðan 30 árum hafa umhverfismálin verið að breytast. Fyrir 40-30 árum voru ekki margir að spá í fossum og grjóti og öðru slíku. En fyrir mér finnst umhverfismál ekki bara snúast að vernda grjót og örð. Umhverfismál þurfa líka snúast að vernda dýr. Og við erum ekki alveg komið þangað. En mér finnst umræðan fara þangað. Við sjáum aukin þátttöku í veganisma og vegan lífstíl. Við sjáum fólk miklu meira meðvitað hvernig við komum fram við dýrin okkar, hvers konar framleiðsla á sér stað, þessi fjölda framleiðsla. Við sjáum þessi massa framleiðsla af kjúklungum og svínum og beljum. Ef tekur bara þessar 3 dýrategundir og setur einstaklingana á þessum 3 dýrategundum á einn hluta viktarinnar, þá það þyngri massi heldur öll hinn dýrin samanlagt. Hugsa ykkur fjölda framleiðslu. Og við erum komin svolítið ógöngu hvað þetta varðar. Og skýrasta dæmi kannski COVID, sem við erum að kljást núna við. Hvaðan kemur COVID? COVID kemur frá dýraríkinu og vegna ómikillar samneytis eða óeðlilega samneytis við dýr á hennum svokölluðum blautu mörkum eða matamörkum í Asíu. Það leiðin, kemur frá leðurblöku, fer í hreistustýr eða beltistýr sem síðan tekið á einhverja markaði þarna í Asíu eða hvar sem og þar gróðrarstíga fyrir svona veiru að stökkbreytast milli tegunda. Það fer milli tegunda, við sáum það með í Danmörku. Þessi veiran, COVID-veiran fór úr manni í mink og fór mink í manni og hafði stökkbreyst á leiðinni. Þannig við erum að leika okkur að hvað þetta varðar. Við erum með 8 milljarða einstaklinga á jörðinni og samneyti svo mikið við dýrin, við óeðlilegar aðstæður. Það 2 milljarðar að fara að bætast við næstu 30 árum. Þannig að þetta tefandi tímasprengja. En hvernig finnst þér mér finnst við alltaf vera að rugla saman orsök og afleiðingu og mér finnst við vera að díla við einmitt eins og þú ert að segja hérna afleiðingu einhvers, við erum að díla við það sem einhvers konar sjúkdóm eða orsök. Við erum að díla við til dæmis eins og COVID veiruna sem sjúkdóminn og all umræðan snýr að bólusetningum og einhverjum svona sótthreinsi aðgerðum og annað. En mér finnst þessi umræða í rauninni bara hvað varðar í rauninni samhengi orsaka og afleiðinga. Mér finnst hún bara vera á mjög lágu plani. Það byrjaði sterkt en svo alveg feitaði algjörlega út og við erum, því að fyrir mér snýr þetta náttúrulega bara fyrst og fremst ábyrgð og ábyrgð sem keyrð áfram af í rauninni samkennd. Og við erum í algjörnum samkennd og skorti í rauninni bara hvað varðar, það má kalla þetta við okkur skortir einingar vitund, fattarðu? Einingavitundin, hún getur bara einhvern veginn, hún nær kannski bara til eitthvað svona mjög afmarkaðs hóps í staðan sem hún sé 360 gráður og þá ég ekki bara að tala allt svo menn við menn, þetta einmitt í garð náttúru, í garð dýra, að okkur skortir það að við séum að upplifa okkur sem eitt og við sama, fattarðu? Og við sjáum ekki þjáninguna og við finnum ekki þjáninguna í dýrum til dæmis eða í jörðinni, móðu jörð sem að tala núna bara í einhverju logaletri með einhverjum öskriðum og skógarendum og það allt í gangi en af hverju erum við ekki við vitum þetta öll en af hverju erum við ekki að taka þetta alvarlega, af hverju erum við ekki að breyta lífstíl, af hverju erum við ekki að uppljómast. Já, og hvað meðalhófið? Hvað meðalhófið? Bara huffa í okkur, skilur. Þú talar dýraverndina einmitt og samneyti manna og dýra, en hvað þá hinn gullni meðalhófur í þessu samneyti? Á þá að bara klippa á neyslu á dýraafurðum komplett eða hvað eðlilegt, skilur? Þá áttu hann að stjórna, Þá komur í stjórnina, nýja stjórn, nýja reglur. Já, svo sem, en það svo sem það sem að gerast með veganismána, fólk að taka upplýsta ákvörðun á einhverju forsendum sem eru til staðar, en hvar skilur það? Fyrsta skref heldur sé að gefa fólki val og núna svona vegan lífstíll og grænmetis lífstíll,
hann svona jaðarsettur, ef svo má segja. Við erum með kerfi sem snúast á matvælaframleiðslu. Við höfum hérna búvörusamninga, við höfum tollaumhverfi, við höfum skattaumhverfi sem hafa það meginmarkmið að heilla og mylja undir kjötframleiðslu. Fyrsta sem við getum gert kannski að gera kerfin okkar hlutlausari. Akkur erum við bara 10% af okkur búvörusamningi í grænmetisframleiðslu. Nei, hann er 5% fyrir grænmetisframleiðslu. Við getum breytt þessu svo auðveldlega. Akkur aukum við ekki valfrelsi eða valmöguleika krakka þegar kemur á skólamötuneytum. Hvað með mötuneytin á hjúkrunarheimilum eða sjúkrahúsum. Þannig að hið opinbera getur að minnsta kosti jafnað leikinu svo má vera. Ég gefi fólki val og ýtt undir frekari framleiðslu sem byggist á grænu fóði. Auðvitað munum alltaf borða kjöt, ég held það. En þetta svo gegndarlaus kjötframleiðsla og neysla. Hún ekki sjálfbær í raun og veru. Við sjáum bara að rækta hver einstu belju. Það svo dýrt út frá orkunni, það svo dýrt út frá vatninu og þetta ekki skynsamlegt og við höfum ekki pláss fyrir, við höfum ekki úrræði fyrir til að gera þetta. Það miklu skynsamlegra að borða plöntufæði, menn ég borða kjöt, en maður reynir að draga úr þessu og svo sjáum við ótrúlega framfæri í ræktun kjöts án lífveru. Þannig að það svona fyrirbæri sem við þurfum að hafa augun opin fyrir og beita þessu svoköldu kerfum. Ég vinni í kerfum og kerfin geta ýtt okkur í ákveðnar áttir. Fjárhagslegi hvatar hafa ótrúlega mikið að segja hvernig við höfum okkur. Og við búum til fjárhagslega hvata. Þá getum við vel búið til fjárhagslega hvata að fólk fari í frekari framleiðslu á svona matvælu. Eða drægis úr hefðbundnum kjötframleiðslu yfir eitthvað annað. Menn að maður á mörg samtöl við íslenska bændur sem vilja svo sannlega hafa fjölbreytileika í sinni framleiðslu og fara aðrar slóðir. Þannig að þetta ekki nema tækifæri. Erum við ekki topp aðstöð líka bara Ísland sem... Ég var nú aðra greinum að fjórfalda grænmetisframleiðslu, ég mikið í slagorðunum, en að fjórfalda grænmetisframleiðslu var mitt markmið í staðan fyrir að auka 1/4, það var markmið stjórnvalda. Og ég leit á það að Ísland getur orðið útflytjandi á grænmeti. Og fólki finnst það kannski skrítið til að sjá, við erum lengst norður í hafi, en það einmitt svo aðstæða sem gerir okkur kleift að gera. Því við höfum allt sem til þarf. Við þurfum vatn, heitt og kalt, nóg af því. Við höfum landsvæði fyrir slíkt, við höfum nóg af því og við höfum orkuna. Þú þarft ekki annað en þetta þrennt til að fara í umfangsmikla grænmetisframleiðslu og þá ekki við að fara að rækta eins ódýrar gúrkur og hægt Ég að tala dýra grænmetisframleiðslu, lúxusvöru sem fer út á dýra markaði. Þetta svo fiskurinn okkar. Við erum á heimsmæli hvarða þegar kemur að fiskinum okkar. En takk eftir því íslensku fiskur rándýr erlendis. Hann lúxusvara út að hann kemur beint frá náttúrunni, hann er góður og heilnæmur og svo framvegis. Og almennt séu við veðarnar sjálfbærar. Þannig grænmetisframleiðslu vildi ég sjá. Það útvíkkað yfir í þörunga og alls konar anga sem ég þekki ekki einu sinni. En af hverju erum við ekki að gefa rafmagni í svona framleiðslu? Já, við þurfum að niðurgreiða rafmagn að minnsta kosti. Við höfum svo mikið rafmagn hérna, svo mikið orku. Þetta er dauðafæri. Ekki síst á tímum þar sem þrengir af í atvinnulífinu. Við þurfum að hafa fleiri sprota, við þurfum að hafa fleiri 1000 blómum á blómstra, það nú einn maður. Við þurfum að vera miklu kasta netinu víðar, sumt mun virka og sumt ekki. Ég sem stjórnmálamaður vill ekkert ákveða hvað fólk á að gera. Það sem mitt hlutverk að þess aðstæðna sé fyrir hendi. Men ef þið viljið vera grænmetisbændur, þá á kerfið ekki að vinna gegn ykkur, hún með ykkur. Og ein leið nákvæmlega niðurgreiða til dæmis rafmagn. Það við getum gert það. Og við getum gert það í meira mæli heldur en hér gert. En mér langar aðeins að koma varðandi mennskuna og varðandi samkenndina. Ég svo sammála við þessi skortur á samkennd varðandi dýraríkinu, en hún líka gagnvart okkur sjálfum og öðrum manneskjum. Nú heimurinn hoppandi glaður yfir bóluefni og það hérna útsending eftir útsendingu, ég hafa fyrst einstaklingar á bóluefni, mikið fagnaðarefni. Við erum að vinna buga á þessari veiru með vísindin af vopni. En taki eftir því, það eru fjölmargir sjúkdómar í dag sem við erum löngu búin að finna bóluefni fyrir en við erum ekki að koma til skila til þeirra sem þurfa á því að halda. Það eru milljónir sem deyja hér á ári vegna sjúkdóma sem eru læknanlegir, auðveldlega læknanlegir. Það eru börn hérna sem deyja milljónavís úr hungri. Á okkar tíma það óskiljanlegt. Það nægur matur til. Það
það ekkert mál, ég segi það, að útrýma hungri í heiminum. Við höfum úrræði fyrir það, við höfum fjármuni í það, við eyðum örugglega meiri fjármuni í gæludýrafóður heldur í að vinna að buga malaríu. Sjáum fjármuni sem setjum í hernað. Og þetta tengist líka því að þetta ekki þessi hörmulega staða sem sumstaðar í heiminum. Almennt séð heiminum að batna, sumstaðar er staðan skelfileg og við vitum að því. Þetta ekki svo við vitum ekki að því. Men við vitum að aðstöðun í Kongo eða í Suður-Súdan eða Jemen eða í Sýrlandi eða vissum hluta í Afganistan. Það eru svona 20-30 stríð í heiminum í dag, átök eða borgarastyrjaldir sem við vitum alveg af. Og það eru neyðarástand víða. Jemen eitt skelfilegasta dæmi sem við séð. Heimurinn ekki gera neitt. Á hversu heimurinn sé að batna? Finnst þér það? Nei, almennt séð svona millistéttin aukast. Almennt séð þær stelpur og konur sem fá menntun að fjölga. Almennt séð fólk að færa sig yfir úr örbirgð yfir í að vera frekar fátækt en samt aðeins ríkari. Almennt séð meðalaldurinn hækka, ungbarnadauðinn fara niður, menntun aukast. Það hefur aldrei dregið jafn hratt úr fátækt. Það meðal annars vegna þess að það hefur uppgangur í Kína. Þeir eru bara svo margir. Þannig leið að Kína með hagvöxt, þá fara fleiri upp úr örbirgð yfir í lægri millistæð. Sama gerist í Indlandi. Indland annan dæmi. Sjáu þessi risaríki, Indland og svo Kína og svo með Pakistan og Nígeríu og Brasilíu og þetta eru ríki sem að mjakast í rétt átt, auðvitað gæðnum misskipt. Og það djúpur vandi hjá mörgum, allt og mörgum. Mansal, þrælahald, sjáu það, auðvitað það ólöglegt allstaðar, en það var sjaldan verið jafn margir einstaklingar, þrælar, núna heldur en fyrir 500 árum, þegar þrælahald var sumstaðar löglegt. Það var eins og við erum bara fleiri líka. Við erum 8 milljarðar í dag, þegar við vorum að fæðast, þá voru jarðarbúar 4 milljarðar. Við erum búin að tvöfaldast á ekki lengri tíma heldur en okkar lífstíma. Þannig að já, fjöldin er aukast, en hlutfallið alltaf svona almennt séð að batna á vissum sviðum allavega. En hvernig, ég meina, hvernig ætlum við að breyta þessu? Hvernig ætlum þú að breyta þessu inn á einhverju svona plattformi sem að einkennist af einhverjum svona pólitískum slagsmálum, einhverjar hægri og vinstri hliðar og þegar ég skoða þetta kerfi svona utanfrá og ég lít ekki á mig sem eitthvað svona mjög pólitískan, ég tek til dæmis ekki pólitíska afstöðu með kosningu og öðru, en það sem ég sé er bara alveg gríðarlega miklir einkahagsmunir, ég sé gríðarlega mikil slagsmál og ég sé fyrir mér ósætti, ég sé fyrir mér mikla einhvers konar svona rétttrúnar pólitík og ég sé fyrir mig bara að fólk bara ekki sammála, fólk ekki að vinna einhvern veginn fyrir fólkið, heldur einhvern veginn það endalaust einhvern veginn að fókusera á því að koma sínu fram í einhvers konar svona vinsaldakeppni. Já, vilji flokksins og allt þetta dæmi. Og hvernig, þú ert í forsvari fyrir einhvern flokk, hvernig nýtur algjörs frelsis, hvað var það að koma þínum skoðunum, þínum viðhorfum á framfæri, eða þarftu alltaf einhvern veginn að fara í gegnum einhverja ritskoðun þess flokks sem þú tilheyrir. Fattarðu? Ég meina, og það einmitt það, ég ætla að koma því aðeins seinna, gengur kerfið upp? Og ég skrifa ekki bara verið að þyngja formið endalaust með að byggja ofan á gamalt. Þurfum við ekki frekar að fara að einblína á, í staðins að vera að nota þetta gamla drasl, hvernig væri bara að við stígum inn í óþekkt og við förum í staðis að fara í uppbyggingu, að fara í niðurrif. Og sér bara hvernig kerfið, þetta opinbera kerfið alltaf þyngjast og það að vera dýrari rekstri, en á sama tíma bara algjörlega óskilvirkara á öllum sviðum í rauninni. Og þurfum ekki að fara að rífa niður, einfalda, þurfum ekki að fara bara inn í einhver svona pólitískan minimalisma. Já, ég eiginlega nálgast það frá hinni hliðinni. Ég held að kerfin að uppistöðu að virka. Ég starfa inn í kerfisins. Ég starfa innan stjórnmálana sem byggja í rauninni á því að byggja kerfi sem hentar sér flestum. En eins og ég gat í upphæði, þá eru alltaf átök. Það þessi sérhagsmunir. Það þessi þröngur hópur
sem alltaf að reyna að ná sínu fram á kostnað heildarinnar. Það eru allt og fáir stjórnmálamenn sem geta að tala fyrir hönd heildarinnar, svona almanna hagsmunir, en stundum eru úrlausnarefni þannig að við þurfum að gera það og stundum eru vandamál og áskoranir miklu meira heldur en það sem eitt þjóðríki getur ráðist í, eins og umhverfismáli, eins og flóttamannavandinn, eins og ójöfnuðurinn. Þetta eru þrjú stór vandamál sem við leysum ekki hér á litla Íslandi, við leysum það ekki í Evrópu, við þurfum að leysa á heimsvísu. Þess vegna þurfum við að tala saman og byggja til kerfi sem alltaf ófullkomin, þar sem markmiðið skýrt, þar sem við náum að vinsótt háan og sérhagsmuni. Muni eftir hérna, þegar við vorum að alast upp, ósonlagið var að vera að eyðast. Og síðan ósonlagið núna að batna talsvert eða lokast aftur. Hvað það sem orsakaði það? Það var alþjóðasamvinna á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og annarra stofnana sem kölluðu á bann notkun ákveðinna efna í ísskápum og annarra tækja. Þetta er eitt besta dæmið það sem maðurinn sem manneskja, maðurinn sem heild, ætla ég að segja, náði árangri. Afvopnun annað. Við höfum náð miklum árangri í afvopnun til dæmis. Það eru miklu færri kjarnorkuvopn í dag heldur en var á kalda stríðinu. Þannig að nú erum við að reyna að ná saman þjóðunum varðandi Parísarsamkomulagið, varðandi loftslagsmálin. Auðvitað kom alltaf svona setbacks eins og þegar Trump dregur Bandaríkin úr því samkomulagi, nú alltaf bætin inn í það aftur. Þetta er kerfi sem hefur það markmið að gera hér lífvænlegt. Þannig að kerfin hafa þann tilgang að bæta líf okkar. Þau geta orðið svifarsvein og annað slíkt, þau geta orðið óskilvirk. En sjáu þið samt hvað það gengur nokkuð veginn vel að vera á þessari litlu plánetu með 8 milljarða einstaklinga. Við erum ekki öll að óttast í hver öðru. Við erum í tiltölulega, langflestir lifa í frið og spekt. Langflestir ná að byggja upp sitt litla heimili og vinna og ekki í stöðum átökum. Við erum ekki í frumskógin lengur. Það aðdáunarvert. Þegar maður kemur kannski milljóna borg að sjá þetta gengur nokkuð veginn smúð. Fólk fer í vinnuna, fer heim til sín og auðvitað eru átök og það eru ofbeldi og annað slíkt, en það eru algjöru jaðarpottar í flóknum samfélögum. Það bara alls ekki sjálfsagt að koma inn í kannski 20 milljón manna borg í Asíu og hún funkar allt frá sorphirðu yfir í löggæslu, yfir í skólamál, yfir í heilsugæslu. Og hvað gerir þetta mögulegt? Það eru kerfi, en það er kerfi sem sérum að hér sé rusli sótt. Það er kerfi sem tekur á móti börnunum okkar þegar þau fara í skóla. En ég ekkert að glorifæja kerfin og þau geta alltaf batnað. En að uppistega finnst mér að þau sé að batna. Þess vegna er ekki alveg sammála að vera í niðurrifið. Ég held að anarkismur stjórnleysi væri okkur kostnaðarsamar. Sumir myndi pluma sig betur. Sumir eru survivor. Aðrir þurfa kerfa að halda. Við sjáum hérna aðrir þurfa beinlínis á aðstoð. Við sjáum eins og eldri borgara sem hafa ekki starfskrafti. Og Ísland eru 25.000 öryrkjar sem hafa skerta starfsgetu. Við höfum hér ungt fólk sem tímabundið þarf að fá aðstoð, það er bara út að það er í námi, hefur ekki fjármuni. Við höfum sjúklinga, við höfum fátækt fólk. Þetta er allt hópar sem reiðast á hið opinbera og þurfa hjálpa opinbera að ná endum saman. Og til að svo megi vera, þurfa kerfin að vera einhverju leyti sanngjarn. En snýr það ekki alltaf bara einhvern veginn að framboða eftirspurn? Jú, að einhverju leyti. Þá þarf alltaf að vera eitthvað framboð þessara þjónustu. Sko, í Bandaríkjunum er kerfið ekki svona eins og í Evrópu, þá þarf það að reiða það á kannski fjölskylduna og jafnvel trúfélagið þitt. Velferðin færði oft í gegnum trúfélagið þitt. Og ef þú hluti af trúfélagi sem er örlátt og með gott kerfi, þá hefur aðgang á því á erfiðum tíma. Hér í Evrópu höfum við byggt frekar á ekki svona frjálsum félagsamtökum eða trúfélagum, við höfum byggt á ríki eða sveitafélagin sjáum þetta. Þetta er bara annað konsept. En það sá ég bjó í Bandaríkjunum 3 ár, þá sá maður það ef þú lentir í vandræðum, varst veikur eða bara tímabundum vandræðum, þá var afskaplega litla hjálp að fá frá hinu opinbera. Þú þurftir að leita til hjálparsamtaka, þú þurftir að leita einmitt til trúfélaga og þá er þetta svona tilviljun í rauninni hvort þú fáir þá þjónustu þarft að halda. Já, eða allt svo verð tryggður. Akkurat, já, nákvæmlega. Og það náttúrulega, þá hefur það bara með þinn efnahag að gera. Akkurat, nákvæmlega, þá þarfst að borga fyrir þessi aðstoð. Og það hafa ekki allir tök á því. Í Bandaríkjunum eru 60 milljónir Bandaríkja með enga heilbrigðistryggingu. Það eru aðra 60 milljónir sem hafa lélega heilbrigðistryggingu. Það að fá krabbamein eða krónískan sjúkdóm,
í mörgum tilfellum þýðir gjaldþrot og þetta skelfilegt kerfi hvað þetta varðar það bara fátt og ég hafi búið í Bandaríkjunum hann þessi ár það var fátt sem ég segi já við skulum gera þessu Bandaríkjamenn því það sjálfur en á sama tíma þetta búið að breytast ég átti nú í samræður að gera við góðan vinn minn sko í gærkvöldi sem með sykursýki og hann þarf að sko sprauta sig með insúlíni held í 6 á dag og hann þarf að fara í rannsóknir og ég taka fram þetta maður í vinnu og að borga skatta og annað og hann var að fara yfir í rauninni sín mál sko það var rannsóknir og lyf og annað og hann þarf að standa sko gríðarlegum kostnaði sjálfur sko og nú bjó ég í Danmörku í nær 15 ár og þar var þetta alls ekki svona sko ég gekk alls staðar í rauninni að þjónustu sem í rauninni bara stóð mér til boða frítt eða frítt bara sem skattgreiðandi sko. Þetta kerfi sem þú gengur inn í og skatturinn greiðir þetta Já, einmitt og gerir það að einhverju leyti hérna á Íslandi líka sko og hérna en samt sem maður í þessum samræðum ég gerði þá þetta bara komst ég því að hann þarf að standa straum að miklum kostnaði árlega sjálfur sko. Hann þarf að gera það og mér finnst eins og þetta sé búið að vera að breytast á Íslandi bara síðan síðustu 30 ár sko. Þess kostnaður rauninni búin að vera að aukast sko í garð sjúklingar. Já, við sjáum það. Þannig eru við ekki að færast bara meira vestur? Jú, við sjáum kostnaðarhlutdeild sjúklinga, heilbrigðiskostnaður hefur aukast og hjá eldri borgarum sérstaklega. Við sjáum eldri borgarar svo sérstakur hópi vegna þess eftir orðin áttræður þá verður kostnaður heilbrigðiskerfis vegna þín 9 sinnum meiri. 9 sinnum meiri. Við að öllu óbreytt erum við ekki sérstaklega dýrir í dag fyrir heilbrigðiskerfið. Ekki sem komið er. En leið og við verum áttræðir, talandi ekki að við verum nýræðir eða 95 ára sem við höfum mjög góða möguleika á eftir við náum þessum aldri og mjög miklu líkur að við verðum 90 plus þá verðum við mjög dýrir og kerfið þarf að tækla það og það svona siðferðisleg spurning hversu langt eiga kerfi að gangi það að lækna eða trýta einstakling sem á lítið eftir og það sagt að fyrstu 6 mánuðir á lífinu þínu eru dýrir og síðustu 6 mánuðir og það ekki síst þessi síðustu 6 mánuðir á lífinu þar sem eru langdýrastir fyrir kerfið þá ertu í rauninni að deyja en kerfið að lappa upp á því á 95 ára gamall maður að fara í mjaðmaskipti á 95 ára gamall maður að fá krabbameinslyf sem kostar kannski 50 milljónir á ári ég þekki dæmi sjúklinga hérna á Landspítalanum ég held að lyfin fyrir hann nú ekki eldri borgari þau kostu 300 milljónir hugsið ykkur, einn sjúklingur 300 milljónir til samanburður þá þetta meira heldur en að reka heila heilsugæslu þannig að við komum að einhverjum svona siðferðisspurningum var þetta eldri borgara þessi ofureld þessi eldgömlu einstaklinga orðað þannig sem eru hérna að alltaf vera eldri og eldri og læknavísindin alltaf að vera betur og betri það er alltaf að vera betur og betri möguleika að halda lífi í okkur en kannski kemur þeim tímapunkti þar sem við segjum, heyrðu, nú þarftu bara að hugsa að deyja og við þurfum að nálgast svolítið dauðan þannig, dauðin er hluti af lífinu og við deyjum öll og auðvitað hægt að treyna okkur ansi lengi og þegar við erum komnir eftir 40-50 ár á hennar aldur get ímyndið okkur, við verðum komið alls konar tölvukubba í líkamann okkar og gervilimi og gervi alls konar liði og það bara spyrir hversu langt förum við þessa vegferð Minna, við erum alveg að fara að sjá sambland manns og tækja Minna, við erum hásbreytt að fá þetta hvíta drassljan inn í eyrað okkar þannig að AirPodsið Já, hann í einhverju mikilli vinnu með þetta hann Musk mjög áhugavert sko. Þetta mjög áhugavert þá getur við bara googlað hvað sem í hausnum að þér þetta mun breyta sko, hvernig við lærum þetta mun breyta hvað við kennum og störfum get ímyndingu við getum googlað bara allt núna Þið vitið ekki til dæmis í rauninni sko, hvað börnin ykkar til dæmis eiga eftir að verða gömul sko. Og ég las ekkert tímann daginn að börnin okkar sem 10-15 ára gömul eða hvað það nú er og þau kannski eftir að ná 120, 130, 140, 50 ára aldur sko. Sem er náttúrulega bara getur þýtt enn meiri kostnaður sko, en á sama tíma sko, lengri starfsframi sko. Já, þá þarf að lengja þann átti sko. Sá tími þess að við hættum að vinna 65 ára, hann er bara liðinn. Þá eins og sem það er Evrópu þar sem þú bara retire 55 ára, 60 ára.
Þjóðverinn var stundum að gera Já, en þetta ekki bara að fara að gerast? Eru ekki bara að fara að setjast í Helgan Stein 60 og svo bara lengist líftíðin okkar og við erum bara allir 120 ára gömul og ég er bara eitthvað 60 ára að spila Var ekki verið að stytta í 60 þá að vera að stytta jú Svo var að stytta vinnuvikun líka ég meina, hvað er að frétta? Það má ekki gleyma það vinna skapa verðmæti Við getum ekki sest í Helgan Stein 60 ára almennt séð, sumi geta það þarf að skapa verðmæti Við þurfum að vinna Bæði líka vinnan göfgar, við þurfum viðnámið. Vinnan er ekki slæm. Mér finnst mjög fyndið að heyra þið segja þetta og svo sé ég bakgrunnin hjá þér og það er þessi latasti gaur bara sem ég veit það er náttúrulega einhvern veginn að reka þetta allt saman. Það er náttúrulega, ef við ætlum að vera 120 og þá gefur þú að lega að þú hættir ekki að vinna 60 ára Já, en eru ekki bara komin að því þá þarf að fara að endur skilgreina í rauninni þetta rekstraform Þetta er sjálfsagt í stöðugri endur skoðun skilur og breytist en þú talar hversu lengi að halda lífin í fólki og siðferðslega spurningin en svo ertu líka að horfa á kannski börn sem eru langveik sem að synjað lífsnauðslega lyf Ég man bara í fréttunum í fyrra þá var drengur sem að átti möguleika á mun betri meðferð með því að fá ákveðið lyf sem að það var rauninni bara tekið fyrir það væntanlega út af kostnaði og öðru skilur. Já, það er alveg skelfilegt Já, það er það nefnilega Börnin eru framtíðin og börnin eiga alltaf verið forgangi Ef það er einhver lyf sem börnin eiga rétt á að fá það eiga það að fá þar En það er þessi siðferðislega dilemma sem við lendum í með þessa ofurgömlu og kannski með varðandi allt það kerfi hvað við höldum lengi lífi fólki en ég er svo sammála að það þarf að skapa verðmæti En sumir segja að við þurfum kannski ekki að gera það munur róbót að gera það. En ég held ekki, ég held að við þurfum alltaf að hafa vinnuafl hér, mannlegt vinnuafl sem er að skapa verðmæti. Vinnan mun breytast, sjálfsögðu. Þessi manjól vinna, hún mun minnka. Hún verður til staðar, en hún mun breytast. Þess vegna held ég að krakkarnir okkur sé til þess að alls ekki að læra fyrir vinnumarka framtíðarinnar. Alls ekki, ég held að það er ekki mín tilfinning. Við þurfum að kenna börnunum miklu meira að aðlagast og vera í hópi og komast að niðurstöðu og hvernig það er, kannski verið að gera það núna. Það var alltaf ekki gert þegar ég var í skóla. Það eru risavaxna breytingar framöndan á vinnumarkaðanum út af sjálfvirknivæðingu. Það eru mörg störf að fara detta og breytast og fara. En alltaf í svo miklu breytingu þá verða til ný störf. Já, einmitt. Og ég til þess ekki verið talsmaður borgaralauna. Þannig svolítið heitu umræðum það, hvort við erum að borga fólki bara fyrir að vera heima og ekki vinna. Finnst mér ekki ganga upp hagfræðilega, við höfum bara ekki efni á því að borga fólki laun, nógu há laun til að geti lifað. Fólki sem fullfært að vinna. Við auðvitað hjálpum fólki sem getur ekki unnið, við erum með kerfi fyrir það. En fyrir fullfrískt fólk, þá höfum við ekki tök á því að greiða því há laun og gera þetta ekkert heima og kannski bara hugsa. Við þurfum að hafa kerfið þar sem fólki hefur hvata til að fara út á vinnumarkaðinn pluss að það er svo hollt líka að komast út úr húsi Við sjáum það bara á þessu tímu COVID maður manns gaman, það skiptir máli að vinna hafa eitthvað projekt, hafa eitthvað tilgang Vinnan er ekki bara launatekkin hann er þetta andlega þetta samfélag sem við hittumst þegar við erum fyrir fram á kaffivélina eða erum fá okkur vasklasi eða hittast í mötunetinu það er svo stór hluti á okkur þetta finnur alveg fólk sem eru einfarar og vill vera eitt og getur unni mjög vel þannig en almennt sé erum við flest þannig ekki þannig en róbótavæðingin hún er ótrúlega spennandi og við höfum bara sjá tækifæri í henni og við höfum sjá tækifæri í svo mörg næsta sem er svona handað við hornið fyrst mér og ég skil ekki okkur það ekki komið það er sýndarveruleiki svona fullkominn sýndarveruleiki sem mér finnst ennþá vantar svolítið á hugsa ykkur hvað þetta mun breyta okkar lífi ef við getum sett á okkur einhvern hjálm eða hvernig sem þetta virkar og við upplifum jafn sterka tilfinningu eins og við erum á svæðinu við getum heimsins bestu söfn við getum upplifað fallífastök við getum upplifað okkur sem önnur manneskja við getum ferðast hvert sem við getum upplifað okkur í þessari kvikmynd við getum gert allt verandi í þvottahúsinu hugsa hvað þetta mun breyta miklu það er góð þróun ég veit það ekki, þetta er spennandi fyrst mér þetta er áskorun, við sjáum þetta nú þegar fólk og kannski ungar strákarstundu hverfin í heim tölvuleikja sem er orðin gríðarlega fullkomnir og það virðist ekki vera heillandi í líf eftir sín best veit hverfur inn í tölvuleikin og jafnvel fyrir að hætta að hugsa um þig og svo framvegis
það vantar þetta viðnám, vantar hreyfinguna, vantar útiverun og loftið, þannig að þetta er hættulegt. Þú getur ímyndað að þú kannski tiltölulega ósáttur í lífinu og þú setur það í hjálm og allt í einu ert þú bara orðin Brad Pitt í einhverju Quarantino-mynd. Hljómar ekki illa. Þetta er eins og Vanilla Sky með Tom Cruise. Þar sem hann fór inn í prógram og hann upplýði lífið á hamingjusaman hátt, sko. En svo var þetta bara sýndarveruleiki, sko. Já, þú kannski vilt ekki yfirgefa hann. Nei. Eins og þessu Black Mirror þættirnir, þau kannski kannast við það, ég mæli alltaf með þeim þáttum. Það eru þættir, svona sjálfstæða þættir sem sýna okkur svona örlítið í framtíðina, eftir kannski svona 5 ár, 10 ár. Og þeir eru mikið að leika sér með svona sýndarveruleika á tækni og samfélagsmiðla og annað sem bara handa við hornið. En já, ég held að sýndarveruleiki hann mun breyta mjög miklu í okkar daglega lífi. Já, þú talar eins og með sjálfvirknivæðinguna og róbótar og annað, myndi þetta ekki vera bylting í rauninni í til dæmis heilbrigðisgeiranum, til dæmis í þriðjaheims-löndum og annað til þess að greina fólk. Þeir eru byrjar á þessum fjarlækningum. Já, ég er að segja að þú getur nota róbóta til þess að almennt greina en svo ertu með sérfræðimenntaða lækna og aðra til þess að taka þetta og skrifa lengra og þar af leiðandi getur veitt miklu fleirum heilbrigðisþjónustu á ódýran og fljótlegan hátt. Eða skilur hvað að fara? Nei, þetta er sem þú segir, fjarheilbrigðisþjónusta er komin. Ég sé það sem sjúklingurinn er í New York en læknin er í Indlandi og það er róbót í New York sem skerði þig þetta er orðið rosalegt. Tæknin, sko, hraðin á tæknin er svo mikill eins og Facebook, ég meina Facebook stofnaði árið 2005, þetta er ekki lengra síðan og þessar breytingar verða svo miklar. Hver hefði trúað því að eitt stærsta hótel eða gisti fyrirtæki heimi væri fyrirtæki sem ætti ekkert einasta herbergi sjálft, en það er Airbnb. Hver hefði trúað því fyrir nokkrum árum að stærsta leigubílafyrirtæki á ekkert einasta leigubíl sjálft, en það er Uberinn. Og hver hefði trúað því að stærstu fjárfestingarsjóðir heims hafi ekki krónu sjálfir, en það eru þessi crowdfunding sources, þannig að Kickstarter og hvað það heitir allt saman, það sem fólk setur inn í. Þannig að við sjáum framfarirnir í viðskiptalífinu og í tækni, eitthvað sem við sáum ekkert fyrir. Þess vegna er svolítið spennandi að lifa á þessum tíma. Hvernig aldrei lífið verður eftir 5 ár? En hvernig verður eftir 15 ár? Hvaða tækifæri verða fyrir hendi, hvaða fyrirtæki munu lifa, við sjáum að fyrirtæki lifa og deyja og rógróin fyrirtæki hrynja og önnur rísa upp og það er bara mannshugurinn sem rekur þetta áfram, það er þessi hvati að standa sig og það eru fjárhagslegu hvatar en það er líka oft bara aðra mission. Þú nefndir Elon Musk, milljarðamæringur, hann er ekkert að starfa út af peningunum, hann kannski gerði það aldrei, hann á það mikið peninga. Það er eitthvað annað sem væntanlega rekur slíkan mann áfram. Þegar hann er að tala um róbótavæðingu og sambland manns og tækja eða sjálfvirknivæðingu í bíla eða geimferðir eða hvað. Það er eitthvað annað mótíf. Það er eitthvað þensla í gangi, sko. Skilur, við erum að þenja okkur út, við erum að vaxa, við erum að þroskast og við erum að þroskast félagslega sem og í rauninni sem einstaklingar, sko. En ég held að við þurfum alltaf einhvern veginn að skoða í rauninni ásetningin, og það er sem langar að koma næst að hvað var það þú talar um áðan, þú ert í starfi sem þú talar um sem tímabundna, þú sér þetta ekki fyrir þér sem framtíðarstarf, og þá spyr ég af hverju ekki, og ef þetta er þjónusta, hvernig getur ásetningur þinn verið hreinn í þessu þjónustastarfi, því þú ert að þroskast í leik og starfi, við erum að þenjast út í rýmið, og hvernig getur þú í rauninni verið samkvæmur sjálfu þér í þessari þjónustu, og hvernig getur þú ásetningur verið hreinn. Við langar að fara aðeins inn á það. Já, ég held allt stjórnmálavafstur finnst mér að vera tímabundið, að þú átt ekki að vera samdöina kerfinu lengi, út af þessu kerfin, þú aðlast að kerfinu og kerfin aðlast að þér. Mér finnst að við erum einmitt að nálgast í tímabundið verkefni, reyna að láta gott eða leiða þann tíma sem þú hefur og síðan áttu bara að fara En af hverju? Vegna þess að kerfin kannski breyta þér, þau kannski gleypa þig. Þú sérð kannski einstakling sem búið að þingi kannski 30 ár, hann er kannski ekki mikil talsmaður breytinga, þetta getur fundið þann einstaklinga, þá er hann kannski að verja kerfisins vegna. Ég held að það sé gott í kerfi eins og stjórnmálin eru og kannski í öðrum geirum líka
að þú færð nýja einstaklinga, frjóa einstaklinga, færð einhver svona disruptive force inn, ég veit búin að gera þetta alltaf svona, en væri ekki alltaf að prófa þetta svona. Já. Það held ég sé góður eiginleiki í stjórnmálum. Ég held að líka gefa þér ákveðna auðmýkt þegar þú ferð í stjórnmál og þú færð vald, þú færð löggjafarvald og fjárveitingavald. Það er bara 63 einstaklingar í landinu sem hafa rétt að setja lög. Ég er einn af þeim og ég nálgast það ákveðna auðmýkt. Ég er með fjárveitingavald, ég sitt í fjárlaganefnd Alþingis og við erum með fjárlög upp á 1000 milljarða. Ég er að taka ákvarðanir hver þessi milljarður að fara og hvað þessi milljarður fara og sama tíma að tekja ákvarðanir að milljarður fara ekki þangað. Þannig að vald er allt líkjandi og það er hættur að það of mikið vald, þess að þurfa að dreifa valdi og þess vegna er ekki heppilegt að einstaklingar hafa vald of lengi. Bara þetta klassiska vald spillir en mikið vald gjörspillir. Búin að fylgjast með Putin upp á síkastri? Hann gott með þetta. Algjörlega, hann er ekki að fara neitt. Hann er ekki að fara neitt. Og bara rústaði lýðræðisþróun hins ríkis og Rússland var á lýðræðisöfli og nú er það komið í aðrar áttir. Erum við í mikrofónvandræðum? Ég held að Putin hafi heyrt í okkur. Já, hann maður þarf að fara varlega með Rússanum. Maður er að gera það sko. Nei, það er þannig, en var þetta þjónustuhlutverkið. Það er svo áhugavert, á ensku heitir þetta að vera public servant. Á íslensku heitir, við höfum ekki alveg orðið við það, public servant. Ef þú ert í stjórnmálum með embættismaður, þá ertu public servant, þú ert að þjóna. Við höfum ekki alveg sama orðið á íslensku, en hugsunin kemur svo skýrt fram. Við sjáum bandaríski stjórnmálamenn nota þetta rosalega oft og þetta er svona útþyndir klísju þar. Þeir eru að vinna fyrir þjóðina og samfélagið. Í eðlisínu eru þið samt að því. En það sem er svo hættulegt í samfélags- og Bandaríkjunum sem byggir svo mikið á og þú þarft að afla tekna til að komast í framboð, þá verður alltaf ofurseldur sérhagsmununum. Við höfum það ekki á Íslandi. Að einhverju leyti samt sem áður sko. Miklu minna, þú þarft ekki að afla peninga til að fyrir frambóð. Nei, en ég kem hérna einu hér, sko, getur launuð þjónusta verið hrein? Er það hrein þjónusta? Sko, og í samhengi við það, ég talaði við sundkennara fyrir 2 árum og hann sagði við mig, hann var kringum 6 stugg þá, að þegar hann byrjaði að kenna sund, þá var sundkennari með sömu laun og alþingismaður. Jáhá. Og hvað er búið að breytast? Ég finnst svo sem ekki óælt við það að menn fái greitt fyrir sín störf og þú ert náttúrulega opinber persóna og þú ert að fórna miklu fyrir, skilur. Já, en hvernig greinir á sko, þjónustu hlutverki sem og í rauninni bara frekar hátt launuðu starfi sko. Þannig að hvað með laun þingmanna? Já, þau hafa hækkað undanfarnu, voru í rauninni ekkit, voru þetta á pari eins og við kennaralaun og presslaun og annað slíkt. Svo stóðu í stað, en núna undanfarið hafa hækkað mikið. Þau eru bara mjög góð í dag, finnst mér. Algjörlega. En þetta, ég meina, Er þetta réttlætt þessi háu laun? Ég veit það ekki. Það er alltaf hættulegt að hafa eitthvað sérstaklega skoðun á manns eigin launum, sko. Þingmenn ákveða ekki sín eigin laun sjálfir. Það er annað fyrirbæri sem gerir það, kjara ráð. En þetta er alltaf umdeilt. Nú voru laun þingmanna til þess að hækka núna áramótin. Og það er alltaf umdeilt sko. Það er bara eðlilega og það er alltaf í lagi þessi umdeilt. En eins og í þessu COVID ástandi, nú eru það þingmenn sem að taka í rauninni ákvörðunum sem sagt hömlur og þvinganir og annað á þessum, það þarf náttúrulega einhver að gera á þessum tímum, en hvernig geta opinberir starfsmenn sett sig í spor fólks sem er jafnvel í eigin rekstri og annað, þar sem að þið þetta bitnar ekkert á ykkar, þið hafa ekki tekið á okkur skerðingar, allavega launaskerðingar, eða bara tala þingmenn almennt, skilur að því þú horfir á hömlu bara til dæmis, bara í hárgreiðslu fólki og öðrum það sem er bara lífsviðurværunni kippt undan þeim tímabundi og meðan fólki sem tekur ákvarðanir á kannski einhverjir erfitt með að setja sig í þau spor meðan þið fáið útborgað og það breytist ekki neitt og þetta snýst kannski, þetta eru almannahagsmunir og annað, en þetta er líka í rauninni stutt í kosningar og svona skilur þannig að það eru alls konar sko, er eðlilegt að þessi tekin ákvörðun að skerða atvinnufrelsi og önnur stjórnarskrárvarin réttindi með þessum hætti? Ég held að það sé réttlætanlegt með aðstæðurnar. Það er hlutverk stjórnmálamanna og það er ekki samtök atvinnulífsins taka ekki slíka ákvörðunir. Ef samtök atvinnulífsins
ættu taka þessu ákvörðun, myndu taka kannski aðra ákvörðun. Já, einmitt. Það þeir líta kannski á þrengri hagsmuni. Það eru miklu hagsmunir í hárgreiðslustofunum að loka og ferðaþjónustan bara í mólum og svo framvegis. Þannig að þessar sóttvarnaaðgerðir hafa svo sannarlega haft efnahagsleg afleiðingar og bara alvarlegar efnahagslegar afleiðingar. En þær hafa verið réttlætanlegar út frá stærri hagsmunum, almannahagsmunum, og það hafi verið einhver sóttvarnasjónarmið sem hafa kallað á þetta. En á móti hafa það stjórnvöldin reynt að koma móts með eitthvað til fyrirtækja, sumtu virkað annað ekki. Það þessi togstreita sem búið að vera núna á Alþingi í heilt ár, nóg gert, það að fara réttu staði og svo framvegis. En almennt séð hefur verið tiltölulega mikil sátt þær sóttvarnaaðgerðir sem hafa verið gripið til hér á landi. Þær hafa verið umdeildar annars staðar. Þetta hafa verið kannski aðeins drastískar annars staðar. Við sáum þessu á Ítalíu og Spáni þar sem var bara shutdown. Þú máttir ekki fara út úr húsi. Við upplifum það aldrei. En auðvitað þetta verið að skerða hér stjórnarskrávarinn réttindi og atvinnuréttindi og auðvitað lífsviðurværi margra alveg mólum eftir þetta. Við erum með 20.000 einstaklinga atvinnulaus á Íslandi. Og þetta eru jafnmargir einstaklingar og eru í vinnu á öllum Austfjörðum, Vestfjörðum og Akureyri samanlagt. Og það eru önnur 20.000 sem á horfið af vinnumarkaðnum. Þannig að við erum í dýpstu kreppu í 100 ár. En það eins og segir, hún hittir okkur misjafnt fyrir. Ef þú ert með vinnu og hefur haldið þeirri, þá hefur kannski fundið lítið fyrir kreppunni. Ef eitthvað hefur jafnvel staðinn batnað, vegna þess vextir hafa lækkað, en það sjáir, það blússandi uppgangur í fasteignaviðskiptum, í endurbótum og viðhaldi á eigin húsnæði, það metsala á heitum pottum, sá ég eitthvað þar. Þetta að renna til þeirra einstaklingar sem hafa haldið vinnunni og það hefur henni ekkit breyst hvað það var. Svo ertu með hinn hópinn, það sem kannski bara allt farið. Þú komin að strípar atvinnuleysisbætur sem þýðir eftir að tekjutengda tímabilinu líkur þarf það að lifa á 240 skalli á mánuði. Í einu dýrasta landi í heimi, það lifir enginn á því, ég get fullyrt það. Og þá ertu með einstaklingar sem kannski festast í langtímaatvinnuleysi, sem skelfilegt, atvinnuleysi ömurlegt fyrir þetta fjárhagslegt högg, en það líka félagslegt högg og það heilbrigðisvandi sem fylgir oft atvinnuleysi. Og þetta snýst oft hvernig þú lítur á sjálfa þig, eða svona sjálfsmyndin, skaðast. Þetta ömurlegt, þess að þurfum að bæði að létta fólki í lífi sem atvinnulaust, en líka búa til ný störf. Og við höfum að búa til opinber störf, einkastörf, við höfum að búa til alls konar störf, græn störf, við höfum að búa til listamannastörf, name it. Við höfum bara vera mjög frjó hvað það varðar. Það hlutverk stjórnmálana á þessum tímum, út að við höfum að taka ákvarðanir sem einmitt að skaða efnahaginn á vissum hluta. Ég skil þessa aðgerð og ég hef ekkert enga sérstaka skoða svo sem hvað er rétt og rangt, en ástæða fyrir eins og ég svona pæli í þessu að við erum að tala að kjörnir fulltrúar eru ekki keyptir og annað eins og kannski við sjáum í bandarískum stjórnmálum og annað, en núna eru þeir sem eru sem sagt í ríkisstjórninni, þeir sem tala helst gegn þessum aðgerðum sem það farið í eru þingmenn innan Sjálfstæðisflokksins. Er það tilviljun, skilurðu, að það eru aðalega, það eru nokkrir svona sem heyrist hvað mest eru í Sjálfstæðisflokknum en aðrir tala meira með. Já, en þú skilur hvað að fara með þetta sko. Algjörlega, þetta eru örfáir einstaklingar kannski 2 bókstaflega sem hafa verið hérna. En þannig það, þingi á að vera alls konar fólk úr mörgum, það eru 8 flokkar á Alþingi og þú ert með all litróðu þarna. Það held ég sé bara eiginlega gott að við höfum fólk allt frá Ingu Sæland yfir í Sigmund Davíð og annan hóp þarna og annan hóp þarna og við kjósum bara það fólk sem við höfum skilið. Nú styttist í kosningar og við fáum annað fólk og þannig það bara En upp í stað held ég flestir sé að meina vel. Ég sé það og ég sé kannski og við getum mjög ósammála fólki. Við erum líka bara að finna upp hjólið á svo mörgum sviðum. Skömmum tíma líka. Og það er svo greinilega, það sést svo greinilega. Og eins og í Íslandi, við erum 360.000 manns. Við erum rosalega lítil þjóð. Það fæðast jafnmargir og íbúafjöldi Íslands í dag í heiminum. Það fæðast 360.000 manns á hverjum einsta degi á jörðinni. Þannig að íbúafjöldi Íslands er að fæðast núna og hann fættist líka í gær og hann fættist líka á morgun. Það setur okkar ákveðin stað í heiminum.
hvað við erum lítil. Við teljum okkur vera hluta af Norðurlandablokkinni sem við erum. Ísland samt bara 1% af Norðurlandablokkinni. Norðurlandablokkinni pínu lítil, við erum 1% af pínu lítil blokk. Sjáum við erum bara samkvæmt. Við erum bara svo óðinsvið. Já, og þess vegna nákvæmlega. Og þess vegna oft svo sérkennilegur samanburður þegar Ísland að bera sig saman við lönd, einhverju svona, já við erum í 3. sæti og eftir kannski Frakklandi og Indlandi eða einhverju. Það er allavega sem marktæk. Nei, við eigum að bera okkur bara saman við svæði eða borg. Við getum ekkert verið okkur, við getum ekkert borið saman Ísland og Bandaríkin, eða Ísland og Nígeríu, eða Ísland og Suður-Afríku, eða Ísland eða Nepal eða eitthvað. Við erum svo ofsalega lítil, en við skiptum máli. Þessi þangagangur það sem hefur komið okkur mjög langt á mörgu sviðum. Já. Eins og bara íþróttum og annað. Já, við höfum náð miklu. Þú kemst ekkert svona langt nema að líta frekar stórt á þig og hafa overtrú sem að við virðumst flest hafa, sko. Já, en síðan hafa allar þjóðir, ég meina, við vitum þetta mjög lítið aðra þjóðir. Ég meina, hvað vitum við Svartfjallaland? En það lítið land, það á kannski líka sinn sigra hinga og þanga. Þetta sé líka í sögulegu samhengi, sko, því að, veist, ef þið nú bjóði í Danmörku, þar upplifi ég í rauninni allt aðra í rauninni vitund eða allt önnur í rauninni, ég upplifi tengsl við nágrannarlönd. Og það er ekkert eitthvað sem gerast í nútímanum, heldur það bara í sögulegu samhengi. Veist, það Danmörk búin að eiga útistöðum við Þýskaland og það Noregur og það Svíþjóð og svo kolli, sko. Og við í rauninni, við erum náttúrulega bara eilandsþengjandi. Fattið, við erum einhvern veginn svo ein og upplifum okkur sem að í rauninni framkalla bara vist mikið mennskubrjálæði, sko. Stórar hugmyndir sem kemur okkur langt. En við erum að renna út á tíma. Hvar erum við staddir? Við erum bara staddir á góðum stað. Mér langar svona í lokin, við getum talað í klukktíma viðbót, sko. Það er ekki málið. En sko, mennskan, hvert myndið þú segja að við værum að stefna? Altså, hvað varðar mennsku? Myndirðu segja að mennskan sé breytileg eða það í rauninni bara hugtaki sem slíkt? Hvert erum við að fara? Hvert trúirðu að við séum að fara? Ég ætla að trúa því við séum að fara í rétta átt. Ég held að mennskan, eins og má segja, að hún sé aukast og samkenndin. Það sem hjálpar aukinni samkennd og mennsku eru svolítið þetta tæki sem þú ert að halda á. Við erum að upplega svolítið það sama. Þú getur átt sama samtali við Íslending eða við einstaklingi í Kongo eða Kína eða í Kóreu. Við erum að sjá sömu kvikmyndirnar, við erum að hlusta á sömu tónlistina, við erum að vera áhrif á sömu áhrifavöldunum, þannig að samkenndin svolítið aukast. Kannski að þynnast út og vera sjoppulegri, sko, en svo má segja. En hún að ná allan hringinn. Hún að ná allan hringinn. Og það svo merkilegt, ég nú ferðast talsvert, farið yfir 60 ríki í heiminum. Og það rosalega skrítið að sjá hvað margt sameiginlegt. Maður kemur til kannski þriðjansríki sem maður heldur að já, þetta verður eitthvað rosalegt. Þetta ekkert rosalegt. Þetta munur og efnahag. En ég sé fólk í sömu merkjavörunum og ég í. Ég sé fólk í svipum skóm. Ég sé fólk hlusta á sömu tónlistina kvikmyndirnar. Ég meina, fólk hefur séð þessa minnst alls staðar í heiminum. Það ekkert eitthvað bara vestrænt. Þannig að, jú, að því leyti tengingin okkar að vera meiri og hún að vera almennari og við erum að fara og vonandi mun það ber okkur þá leið að við verðum meira svona, látum okkur meira varða aðstöðu hvers annars. Að við séum í sama báti, þetta klassíska. Og þess vegna held ég að alþjóðasamfélagið þurfa að grípa miklu frekar inn þegar kreppir að, hvort sem það hungursneyð eða stríð. Munið til Rúanda. Fjöldamorðunum, þar sem var 1 milljón drepin á 3 mánuðum. Alþjóðasamfélag horfðu bara á þetta. Við eigum að grípa inn í svoleiðis í nafni mennskunar. Sko líf barns í Rúanda ekki minna virði heldur lífs míns barns hérna hinum en í næsta húsi. Þannig að við þurfum einhvern veginn að nálgast sem ein heild að við erum manneskjur, við erum af sömu tegund og það sem þegar við gerum eitthvað gott fyrir náungan þá gerum við gott fyrir okkur sjálf. Halleluja. Já, þetta rauði þráðurinn í mennskunni. Þetta eitthvað sem trúarbrögð hafi fyrir löngu fattað og heimspeki ennþá lengra síðan þau föttu þetta. Og þetta held ég
ef við náum að temja okkur þetta í orðagerðum þá mun okkur farnast vel. Frábært. Sáttu þetta? Ég er mjög sáttur. Ágúst, Mjög sáttur. Eigum við að slúta þessu? Já, bara takk hérlega fyrir að koma. Ágúst, það var frábært að fá þig. Flott spjall. Takk hérlega. Takk, bæ.